Hæ, núna ætti þetta alltaf vera að detta í gang. Svona glæsilegt og ég sé ekki betur en að allt sé komið í gang hér, komið á play og ég ætla að hafa tilbúið hérna á símanum mínu svo að ég geti fylgst með kommentum. Svona glæsilegt. Gleðilega hátíð, gleðilega vetrarsolstöður. Nú fer daginn að lengja aftur og það að koma jól og eru komin jól, myndi sumir segja sennilegast. Við fögnum að nú sé mesta myrkurinn að ljúka. Við séum að fara inn í bjartari tíma. Ný hringrás að hefjast með nýjum tækifærum, nýju lífi, nýjum dögum, nýju upphafi. Og við fögnum þessu sem hátíð ljósanna sem á vel við þar sem nú fer aftur að birta og eins hátíð barnanna sem eru klárlega stærsta tákn þess sem við höfum fyrir frjósemi og upphaf þeirra börnin. Þannig að við fögnum þeim í dag og öll jólin. Ég ætla að vera með smá lestur núna, lestur upp úr 3 stokkum. Ég var búin að segja ykkur frá þeim aðeins á viðburðinum, en ég ætla að sýna ykkur og þar sem við erum núna svolítið í heiðnum sið, þá fannst mér viðeigandi að nota rúnina mínar, Runic Odyssey og íslensku víkingakortin. En svo greip ég vildi fá að vera með Tarot of Dreams. Þannig að þetta verður vonandi bara svolítið fróðlegt og spennandi. Þetta svona svolítið öðru en það sem ég er vön að gera með ykkur á nýju og fullu tungli. En ég vona að þið njótið. Nú, það sem ég ætla að gera hér er leiðsagnarlestur sem er kenndur við Freyju úr Ásatrúnni. Freyja og Freyr eru frjósemi skoðin okkar og einmitt táknræn fyrir frjósemi í jörðu, frjósemi í hjarta, frjósemi í líkama, nýtt upphaf, nýja tíma, nýja hringrás sem er einmitt það sem við erum að fagna núna og munum fagna næstu 10 dagana. Það er nýjungar og ný tækifæri og á vetrarsólstöðum þá blótum við til Freys eða Freyju. Þannig að það er mér fannst viðeigandi að taka leiðsögn Freyju inn í þennan dag. Og leiðsögn Freyju byggir út frá því að við könnum núverandi aðstæður, hvernig við erum í stakk búin fyrir komandi tíma og komandi tækifæri. Við könnum hvað bíður okkar og hvað við getum gert til að hlúa að þroska og vexti og lokum hver vöxturinn og hver uppskeran gæti orðið ef við hlúum að því sem við erum að reyna að rækta. En ég ætla að leggja skjáinn niður og sýna ykkur stokkana betur, leyfa ykkur að tengja. Hér erum við með Runic Odyssey, íslensku víkingakortin og Tarot of Dreams. Þannig að endilega tengja ykkur við stokkana. Og eins og ég segi, við ætlum að kanna í rauninni núverandi stöðu. Það er að segja jarðveginn sem við ætlum að sá í. Þegar núna erum við að taka nýjar hugmyndir og ný tækifæri inn í nýjan tíma. Og við ætlum að byrja á því að skoða hvaða jarðveg við erum að sá í og hvað við getum kannski gert til þess að næra þann jarðveg aðeins betur fyrir komandi vöxt. Svo kannum við líka í rauninni vaxtarskeiðið, það er að segja hvaða þroska og vöxt verkefnið okkar, tækifæri okkar, þetta sem við erum að sá, kemur til með að fara gegnum og hvernig við getum hlúð
betur að því, hvaða næringu eða skjól þurfum við að veita þessu verkefni sem við erum að fara inn í eða þessa nýjung. Og að lokum þá hver uppskeran getur orðið ef þú ert vandvirkur og natin við að hlúa að þessu fræjum sem þú sáir. En þá skulum við fara í lesturinn og við skulum byrja á rúni Kodesi. Og við byrjum á fyrsta spilinu sem þá jarðverum sem við erum að sá í. Hér staðan í dag. Allir við getum nært eitthvað betur jarðveginn sem við erum að sá í. Það kemur hér tunglspil, vaxandi bogi með skilaboðunum að setja sér markmið og ásetning. Þannig að það besta sem við getum gert núna þegar við fáum hugmyndir ný tækifæri, ný verkefni, hvað við viljum gera, það besta sem við getum gert til þess að gera það að raunveruleika er að setja okkur skýr markmið hvað nákvæmlega við viljum. Hver er tilgangurinn? Af hverju? Hvernig ætlum við að gera þetta? Og hvað viljum við að loka niðurstaðan segja? Þannig að ef það er eitthvað sem þið langar virkilega til að gera, þá þarf að byrja því að raungera það og gera það að markmiði. Ekki bara dreyma út í loftið. Þannig að það besta sem þú getur gert núna er að markmiði setja það sem þú vilt gera. Og af því sögðu þá ætlum við að athuga hver vöxtur, hvernig ferlið verður. Og þá færðu rúnina náðis sem er neyðin og erfiðleikarnir. Þannig að þetta verkefni sem þú ert að fara í gegnum eða fara inn í, það verður ekki auðvelt. Og það verða mjög erfið tímabil og hreinlega tímabil þar sem þér líður mögulega eins og þú sért að reiða þig á aðra. En hins vegar þá er þetta hluti af því að koma þessu í gegn. Það verða þung skref tekin, en ef þú setur þér skýr markmið, þá verða þau léttari. Þannig að eins og sé, þetta verður ekki auðvelt verkefni sem þú ert að taka þér fyrir hendur, en gerlegt. Og það er þannig svolítið skilaboð með því að ekki gleyma þér í stoltinu. Ekki gleyma þér í stoltinu og leyfðu þér að biðja og þiggja aðstoð og ekki líta á það sem aumkun eða einhverja ölmusu. Það er fullt af fólki í kringum þig sem vilja hjálpa þér og styðja við þig og koma að hlutunum sem þú ert að gera á jákvæðan máta. Stundum verðum við að leyfa okkar nánustu og þeim sem þykir vænt okkur. Stundum verðum við að leyfa þeim að styðja við okkur, leyfa þeim að gefa okkur. Ekki okkar vegna heldur þeirra vegna. Og næst kemur spil fyrir það hver niðurstaðan getur orðið, hver uppskeran getur orðið. Og þá kemur minnkandi tungl, introspection, innri vinna og innri skoðun. Þannig að þetta verkefni sem þú ert að fara í sem er í dag kannski örlítið óskýrt, en að þú setur þér skýrari markmið hvað það er, þá mun það verða veruleika og þú munt fara í gegnum það sem þú þarft að ganga í gegnum. Það verður erfitt, en það er að mörgu leyti mjög nauðsynlegt fyrir þig að fara í gegnum þetta, af því að þú munt læra svo ofboðslega mikið sjálfan þig. Þetta verkefni sem þú ert að fara að taka þér fyrir hendur, þessi hugmynd sem er með núna, er fyrst og fremst fyrir þig gerð
til þess að þú lærir eitthvað nýtt fyrir sjálfan þig, sjálfan þig, hæfileikana þína, hvernig þú hugsar og hagar þér atferlið þitt, gjafina þínar, hvað þú ert færum. Og þetta er mjög gott dæmi verkefni, erfitt verkefni sem að verður til þess að þú komir sterkari út úr því. Af því að það koma tímar hér þar sem þú munt sennilegast vilja gefast upp og hætta við, en ef þú heldur þig við og ef þú kyngir svolítið stoltinu, leyfir þeim sem eru í kringu þig að styðja þig, þá gengur þetta upp og þú munt læra svo ofboðslega margt nýtt sjálfa þig og hvernig þessi hluti ganga fyrir sig. Þannig að það er mjög dýrmæt lexía í þessu sem þú ert að hugsa að taka það fyrir hendur. Fyrst og fremst þarftu að byrja á því að setja ásetning og markmið í það sem þú vilt gera. Og þá er þessari leiðsögn lokið og við förum næst í íslensku víkingakortin. Og þá byrjum við að fá spilum það hvernig staðan er í dag og í hvaða jarðveg við erum að sá. Það komið 2 spil. Það er ljós lífsins, sólstöðuvarða og innri ótti með drekanum. Hér finnst mér vera að benda bæði á að við erum öll með okkar ótta, eitthvað sem við hræðumst, og eitt af skynsamlegasta sem við gerum er að þekkja óttann okkar. Það er ekki þar með sagt að þú þurfir að útrýma honum strax í dag, en bara það að vita hver hann er, þekkja hann, vita hvað áhrif hann hefur á þig, hvernig þú bregst við þessum ótta sem þú hefur innra með þér. Það mun styrkja þig til muna. Og það er ekki allur ótti slæmur. Ótti er ekki af hinu slæma. Ótti er hluti af okkar náttúrulegu sjálfsbjargar viðleitni til þess að halda okkur á lífi. Ótti getur hins vegar orðið óraunhæfur. Þá fer hann að hamla okkur. En náttúrulega ótti er alltaf af hinu góða, en þá er vissara fyrir okkur að þekkja hann og gefa honum nafn og vita hver hann er. Nú hitt spilið sem kemur hér með þér er í rauninni, í þessu samhengi finnst mér vera að benda þér á að lýsa upp óttanum. Að beina ljósinu eins og í gegnum nálarauga beint á það sem þú hræðist og kanna það. Þegar ef það er einhver ótti sem að hamlar þér í markmiðum þínum og komandi tækifærum og verkefnum, þá er svo miklu betra fyrir þig að vita hver hann er og hvernig þú átt að bregðast við honum. Það mun hjálpa þér í gegnum komandi verkefni. Þannig að þetta er svolítið hér verið að benda þér á að beina ljósinu þínu, innra ljósinu þínu, athyglinni að því hvað þú hræðist, horfa á það og kynnast því og þekkja óttann og sjá að þetta er kannski, hann er ekkert svo hræðilegur þegar hann er komin í dagsbirtuna. Þannig að það er það sem þú getur gert til þess að styrkja þig fyrir komandi tíma. Nú, við skulum sjá hvernig komandi verkefni eða tækifæri þar sem þú ætlar að taka þér hendur, hvernig það kemur til með að vaxa eða hvernig þroskinn í því verður.
kemur í spilið handrit sem að fylgir þekking. Þannig að þetta er eitthvað sem að mun veita þér mikla visku, mikla þekkingu og mikinn lærdóm. Og þetta er eitthvað sem að mun alltaf í svona jafnt og stöðugt, alltaf bæta við og bæta við og bæta við meiri og meiri þekkingu. En þú verður þá líka að vera með athyglina svolítið við það til þess að meðtaka lærdóminn. Þetta er svona hversu vel ætlar að sinna náminu þínu, áminningum það. Af því að þú getur alveg, við skulum taka það bara svolítið þannig, þú getur alveg farið gegnum áfanga í skóla án þess að leggja þig allan fram og náð lokaeinkunn. Meira sem sæmilari. En ef þú leggur þig fram, þá meðtekur upplýsingarna miklu betur og þekkingin mun fylgja þér lengur. Þannig að þetta er spurning, ætlarðu að læra eða bara komast í gegnum þetta? Og allan daginn þá mælum við með því að læra, að meðtaka viskuna, að meðtaka þekkinguna, þannig að hún verði hluti af þér og verði innbyggð í þig. Þannig að það er svolítið það sem að vera leiðbeina þér hér með hvað þú getur gert í gegnum ferlið sjálft. Vera vakandi fyrir viskunni sem er verið að gefa þér. Og við skulum athuga hvað þú uppsker með þessu. Og það kemur spilið döfubað sem er táknar hreinsun. Hreinsun á anda og líkama og sál. Þannig að þetta sem þú ert að fara að gera, þetta sem þú ert að fara að læra og einmitt með því að fara með óttanum þínum í gegnum þetta, yfirstíga óttan svolítið til þess að fara inn í þennan lærdóm, til þess að afla þér þessa þekkingu. Það mun hreinsa mikið af neikvæðni og óhreinindum úr þér, úr bæði líkamanum þínum, óheilbrigð munstur, sálinni þinni, neikvæðni og andanum þínum. Og að mér finnst fyrst að þetta kemur í þessari röð líka að þá mun þetta hreinsa óttan þinn að miklu leyti. Og hann verður miklu yfirstíganlegri, hann verður ekki eins hræðilegur. Og þegar þú lítur tilbaka þá þessi ótti eða hræðsla sem þú ert búin að burðast með þér lengri í tíma núna, þú horfir tilbaka og hugsa með þér bara, vá, var ég ekkert hræddur við þetta og hlæja því, sko. Þannig að þetta mun losa þig við svo mikla bagga, svo mikil burð af herðunum á þér. En þú verður þá að vera vakandi og meðvitaður á meðan þú ert í þessu ferli. Þá lærir þú svo miklu meira og svo miklu betur. Þá skulum við halda áfram í næsta stokk og það er Card of Dreams. Aftur þá vil ég fá fyrsta spilið sem jarðveginn sem við erum að sá í. Við fáum drottningu í sverðum. Drottningu í sverðum. Staðan hefur þá í dag er svo að þú ert með rosalega margt á hreinu. Vitsmunalega þá eru hlutinir mjög skýrir fyrir þér. Og meira segja svolítið svona eins og svart á hvítu, staðreyndirnar eru til staðar, þú veist þínu viti og þú ert, það er ekkert mál fyrir að taka ákvarðanir þetta. Af því að þú veist hvað þarf að gera, þú veist hvernig það á að framkvæma, þú veist nákvæmlega hvað það er sem þarf og í hvaða röð hlutinir að gerast núna. En þá er þetta spurning það að taka ákvörðunum þetta. Því að þú ert með vitneskjuna til staðar, þekkingin þín er öll til staðar og þú veist
veist hvernig þetta þarf að ganga fyrir sig. Þannig að þá er þetta bara að ákveða af eða á. Drottningasverðum er mjög klippt og skorið með þetta svona. Það er svolítið annarkvort eða. Það er ekki hægt að vera í einhverju millibils ástandi eða taka hlutina á einhverju hálfkáki. Það er annarkvort eða. Og þú, einn eða ein, veist nákvæmlega hvað það er sem þú þarft að gera fyrir þig. Og það er innri tilfinningin þín sem veit svarið við því. Næsta spil sem við fáum er spil vaxtarins, hvernig verkefnið gengur fyrir sig. Það kemur ás í vöndum, nýtt tækifæri, nýtt verkefni sem að birtist þér, kemur mjög sterkt inn. Þannig að ef þetta er eitthvað sem þú ákveður fyrir þig, sem þú ákveður að gera, þá gerist það með hvelli. Og það fer ekki fram hjá þér og það fer ekki fram hjá neinum að þetta er verkefni sem þú ert í núna, þetta er það sem þú ætlar að gera núna. Og þú í rauninni, þú hefur allt sem þú þarft í þetta verkefni. Og þú ert með meira en nóg drif, þannig að drifkrafturinn þinn fyrir þessu tiltekna verkefni eða þessu tiltekna tækifæri, það er svo rosalegt að þú kæmist með það í kringum hnöttinn og töluvert lengra held ég. En þetta kemur inn mjög öflugt og finnst mér bara í rauninni strax upp á áramótum þá ætlar þú bara að keyra af stað beint í þetta. Og þetta er eitthvað sem hefur fókusin þinn algjörlega og ef þú gefur því þennan fókus, ef þú gefur því þessa orku, þá mun það vaxa. Ef þú mætir þessu verkefni eða tækifæri eða hvað sem þú ætlar að gera með akkurat þessari orku og drifkrafti og vissu og ástríðu, þá mun verða vöxtur og við skulum athuga hver uppskeran af því verður. Hvað þú uppskerð ef þú ferð inn í þetta með öllum þessu krafti. Það kemur 10 í vöndum. 10 í vöndum, þannig að vera að benda þér á að þú velur hvað þú tekur með þér, þú velur byrðina. Að ef þú setur allan enn kraft í þetta verkefni þá mun það stækka og aukast og verða mikið og verða mjög umfangsmikið og nánast finnst mér hér vera að benda þér á að það verði nánast svo stórt að þú getur ekki lengur einn tekist á við það og þú munt þurfa að fá aðra með þér inn í dæmið. En það er einhvers vegar áminning hér að þú velur þér byrðina, þú velur þér verkefnin, þannig að þetta er svona pínu áminning að ekki endilega, það er enginn að fara að neyða þig til þess að taka of mikið á þig. En hins vegar þá er óbúslega mikil vöxtur í því sem að þér býðst að gera. Það eru meginskilaboðin. Að ef þú drífur í þetta sem er að kveikja svona upp hjá þér, þá mun það stækka og það mun hreinlega tífaldast. Ef þú sinnir því, ef þú ákveður að gera þetta, ef þú setur alla þessa ástríðu í það, þá mun það tífaldast. Þá eru þessi skilaboð komin og ég ætla að lyfta skjánum og heilsa ykkur aðeins aftur. Já, þetta voru 3 mjög ólíkar lagnir, myndi ég segja, og gaman að fá smá tilbreytingu og gera eitthvað aðeins öðruvísi. Mér finnst alltaf rosalega gaman að vera með þessa live-lestra og mér langar til að gera meira af þessu, mér langar til að leika mig meira með alls konar. Þannig að þetta var mjög ánægjulegt fyrir mig og ég vona að þetta hafi verið ánægjulegt fyrir ykkur líka. Og mér langar bara svona rétt í lokin, bara að því ég er að leika mér og að því ég er að brjóta við venju, að þá á ég nefnilega stokk sem að verður stundum svolítið útundan hjá mér.
En það eru þessi litlu sætu íhugunarblóm. Og mér datt í hug bara rétt að við settist hérna við tölvuna að leyfa þeim að vera með og draga hérna nokkur blóm svona til þess að taka með okkur í gegnum þetta lengsta myrkur og inn í nýtt upphaf og inn í þessa jólatíð taka svona 3 íhugunarblóm með okkur úr þessu kvöldi, úr þessum lestri og áfram inn í jólin. Fyrsta blómið sem að kemur með okkur, það er friður. Blóm friðar, þannig að við ætlum að hafa það með okkur inn í jólahátíðina. Og næsta kemur það er jafnvægi. Þannig að við skulum reyna að halda jafnvægi gegnum þessa hátíð. Ekkert of eða van. Og svo kemur blíða. Þannig að við skulum vera blíð og mjúk við hvort annað, við okkur sjálf og leyfum okkur að njóta umfram allt. Þannig að ástar þakkir fyrir mig. Ég vona að þið hafa notið rétt eins og ég. Og ég segi þá bara gleðilega hátíð, gleðilegar sólstöður, gleðileg jól. Og við sjáumst í seinasta lagi á nýju ári á næsta nýju tónli. Takk fyrir mig og gleðilegt nýtt ár.